Herðu, nú er hérna, sem sagt, öll þjóðin getur andað léttar, segir Morgunblaðið, því að morðingi Versace er sem sagt... Það heitir nú Versace. Er sem sagt... Ekki G hana, það er sé, Versace. Það er Versa, V-E-R-S-A, C-E-S, skilju. C-E, skilju. Og Elton John grét Versus, já. Hann hérna, Elton John grét hástöðum og Diana prinsessa var að hugga hann. Nú? Í jarðarförinni, já, sástu það ekki? Mynd af Elton John alveg með bara... Að grenja yfir Versace? Að grenja yfir Versace, já. Versus. Og hérna... Í jarðarförinni hans. Já, af hverju var hann að grenja? Að því að þeir voru vinir. Þeir voru hommar? Já, það eru báðir hommar. Já, semst hann var hommi, Elton John er hommi. Hommi. Alveg merkir þetta, Elton John segir samt að hann sé, sko, bisexual, sko. Þeir segja það að margir. Þessar frægu popstjörnur, eins og Freddie Mercury, hann sagðist vera bisexual. Hann var ekkert fucking bisexual, hann var bara hommi. Já, gera það ekki svolítið upp á bara, er ekki svolítið promo bara? Jú, þetta er svona eitthvað promo. En, já, nú er sem sagt haldaðir eins og ég er búin að finna hann. Við erum búin að finna hann og hvorki meira en minna hann er búin að drepa sig maðurinn. Meintur morðingi Versacens framdi sjálfsmorð í umsátri lögreglu. Ég er ekki, þar segir hann í greininni, sko, fundu líka manni sem gæti verið. Nei. Hvað segir þér? Sko, lögregla á Miami á Florida tilkynnti í gærmorgun að Andrew Cunanan, meintur morðingi ítalska tískuhönnaðarins Giannis Versace og 4 annarra manna hafi fundist látin borð í húsbáti á Miami Beach í fyrrakvöld. Fingraförin eru hans, sagði Richard Barretto, lögreglustjóri á Miami Beach. Er hægt að hafa þetta nokkuð? Fingraför eru náttúrulega, þykja ekki mjög, áreiðanleg, sönnunargögn. Ok, lögreglan staðfesti í gær að Cunanan hefði svipt sig lífi, en hann skaut sig í höfuðið. 10 lögreglumanna, þeirra á meðal þungvopnaðir sérsveitamenn, SWAT, innan svega, réðust borð í húsbátinn síðdegis á miðvikudag eftir að hafa fengið ábendingu að maður sem svipaði til lýsingarinnar á Cunanan hefði sést fara borð í bátinn og hefði skotið á umsjónarmann hans klukkan 8 í gærkvöldi að íslenskum tíma. 4 klukkustundum síðar réðust lögreglumenn til inngöngu. Öll þjóðin getur nú andað léttar, sagði Barretto. Ógnartíðinni sem Andrew Cunanan leiddi yfir okkur er lokið, sagði hann. Hún er búin að staðfesta þetta, skilur. Ok. Hvað drap hann margar sér? 4? Ég veit ekki, svona 5. 5 manns, já. Já, það er sagt að hann hafi drepið 5. Það getur líka alveg mögulega verið að hann hafi ekki drepið neitt af þessu fólki, skilur. Nei, mitt. Það getur verið að hann hafi ekki drepið. En ég meina, þetta er svo skrítið, er ekki allt krökkt af morðingjum þarna og ég meina... Nei, Jón, það er ekki rétt. Ég hef farið til Ameríku og ég sá engan morðingja, ekki nokkuð mann. Þannig að það er ekki rétt að það sé krökkt af morðingjum í Ameríku. Þannig að þessi Cunanan var örugglega sekur. Hann var morðingi. Já, ég veit það, en skilur, ég meina, hann er ekki, fullt af svona gæjum, skilur, sem eru drepandi fólk í tíma og ótíma og ég kannski einhvers staðar annar staðar en þú varst í Bandaríkjunum en ég meina, þessi gæi drap einhvern frægan, skilur, og þá var allir svona í losti, sko. Já, ég veit. En ég meina, er ekki einhverju aðrir sem taka við á honum, bara að drepa einhverju aðra sem ekkert eins frægir? Þetta er ekki svona einfalt, Jón. Nei. Mátt ekki vera svona barnalegur. En, látum okkur sjá. Lögreglumennir sátu bátinn í 4 klukkustundir áður en réðust til inngöngu. Bla bla bla. En svo sko, til sönnunar að hann hafi drepið Versace, þá er sem sagt málið að bíddu nú við, komdu út, já. Lögreglan hafði komist yfir skýrför eftir þumalfingur Cunanans nokkrum dögum áður en Versace var myrtur, en Cunanan veðsetti gullpening sem hann er talinn hafa stolið frá einu fórnarlamba sinna. Cunanan var 27 ára og móðir hans kvað hann vera samkynhneigðan og selja blíðu sína. Ég meina, þurfum við einhverja fleiri sannanir? Já, við þurfum fleiri sannanir. Ég er nefnilega ekkert viss, en þetta er ekki, ég meina, sko, okkur er ekki O.J. Simpson þess vegna, sko.
Hafið drepið hann? Já. Nei. Akkur ekki, ég er ekkert... Simpson er búinn hann þurfti að borga 600 milljónir íslenska króna, skilju, fyrir hérna, sko, það að myrða kona sína og mannin, ég meina, hann hefur ekkert efna á að myrða fleiri, skilju. Já, meina það. En hérna, já, ég er samt ekki, við setjum að hringja, Sigurjón, í strákana. Stráka? FBI. Strákana í FBI, það var nú Kettling sem svaraði síðast. Já, það er nú bara skiptiborðin. Ok. Og hérna, spurjaðu út í þetta, ég meina hvort að þeir séu alveg vissir. Það eru kannski ekki sannanir fyrir hendi. Nei. Þannig að það er náttúrulega mjög líklegt að okkar kenning, sem er svo að CIA hafi myrt hérna Versace, og við hringdum nú í hérna FBI á sínum tíma og sögðum þetta, að við héldum þetta að CIA hefði drepið hann. Og hann ætlaði að ganga í málið og ég ætlaði kannski að fá frekar upplýsingar það mál. Einmitt. Þannig að það er ekki búið að sanna það að þessi kúnan, hann hafi drepið Versace. Já, svo getur líka verið að hann hafi gert það og verið handbendi CIA. Já, það er líka mögulegt. CIA hljóta ráða til sín samkyn eða strákar sem selja blíður sína. Já. Eins og þeir ráða. Og hérna... sko. Já, ég meina, þeir hérna... Þú veist, þeir létu drepa Kennedy, þeir létu drepa hann þarna... Fidel Castro. Che Guevara. Þú veist, allir sem eru drepnir, yfirleitt drepnir, sko. Já. Samkvæmt beiðni CIA, sko. Já, 001. Já, hringjum núna í þess að kalla og sjáum hvort það er ekki eitthvað að frétta nýtt. FBI. Yes, hello. I heard it on the news that QAnon had killed himself. And are you sure that he did kill Versace? Well, you have to call Miami. We're not handling the case. It's Miami's case. Yeah, Miami office. But what do you think? I have no idea. You have no idea? I couldn't speculate right now. But what about CIA? Do you think they killed him? They could have. I couldn't tell you. I have no idea too. Oh, okay. I don't know. So, right, thank you. Thank you. Bye bye. Sko, þeir neitaði ekki. Þeir neitaði ekki. Það gæti vel verið.